Og nú erum við komnir í upptöku og þetta framhald af loftræstikerfinu. Við byrjuðum á því í síðasta tíma að setja upp heiti hérna á íhlutum í loftræstikerfi og settum inn í data-editorinn ýmsa þætti hérna. Svo fórum við í að setja upp skjámynd og það sjáum við þá hérna, förum hérna í þennan skjá og við settum inn hérna svona mynd af loftræstikerfinu og útbjuggum þá start- og stopprófa fyrir þetta og Hvað tengdi þú eftir start- og stopprófa við? Já, förum hérna og förum í properties á startrófanum. Þá heitir þetta bara S1 start sko og það kemur bara í flæðiritið hérna. Við tengdum startrófan sem sagt hér og svo inn í, hann kemur fyrir sem variable inn í flæðiritinu. Þannig að það er það fyrsta sem við gerum þar. Og ef við færi þetta örlítið til þannig að við sjáum hérna Expanded View, ég ætla að fara og breykka hérna og færa til aðeins data-editorinn, þannig að sjáum alveg hann. Þá hérna settum við starttakkan í skjáinn og starttakkin líka hérna virkar í flæðiritinu og setur kerfið í gang. Stopptakkin, hann, förum í properties á honum, að hann kemur þá hérna inn í flæðiritið og keyrir kerfið niður. Þá byrjar stöðvunarferillinn. Þannig að fyrst kemur bara ræsiferill hérna og svo bara kerfið komið í gang og varmaendurvinnsluhjólið komið þá líka inn. Það bara allir íhlutirnir, allir mótorarnir komnir í gang og eru að vinna. Við byrjum á því að setja spjaldlokumótor 1, opnum fyrir sem sagt inntakið og síðan opnuðum við fyrir spjaldlokumótor 2. Hérna eru útkastsloftið og eftir það settum við innblástursblásarann í gang og síðan útsóksblásarann í gang. Bara smá tímamunur hérna á milli. Og þegar útsóksblásarinn var komin í gang og þá settum við varmaendurvinnsluhjólið í gang, mótorinn sem þar, númer 5 hérna. Og þá nýtum við varman úr loftinu sem að fara út og nýtum hann í að hita aðeins, velja aðeins loftið sem að kemur inn. Ok, og það sem að við ætlum að gera núna, það er að bæta við 2 reglum, því að hér á að regla hitastig samkvæmt verkefninu. Þá ætlum við að hafa óskildið hérna 20 gráður hérna í þessu rými og kannski ég skelli því hérna inn. Hérna óskildi, þetta bara skraut svo ég má skrifa hérna seríska stafi. Óskildi 20 gráður. Svona. Ok. Þá hérna get ég í rauninni bara tekið kopíu af þessu og sett hérna í neðra og hérna var
beðið 23 gráður. Hvað var þetta að kalla A og B eða skulum sjá hvað við kölluðum þetta í verkefninu. Já, þess að hér eftirhitari A, það óskildi 20 og eftirhitari B, það óskildi 23 gráður. Þannig að við höfum hérna ætlaði að hafa þetta eftirhitari A, látum hann heita hérna hitari A og OK og eftirhitari B hérna. OK. Eftirhitari, já, það kemur ekki fram hérna. Eftirhitari A. Svona, sleppur þetta. Og, kannski spurning hvað því næði sig hérna inn á. Já, OK. Það voru þetta ekki hérna fyrir ofan. Og þá ekkert annað að gera núna, heldur en að fara að setja inn í data editorinn meira af upplýsingum til þess að setja inn gildi fyrir reglana, PI-regla sem við setjum hérna þessa tvo. Þá skulum við sjá hérna, ætlaði ég að hafa þetta og ég veit ekki hvort ég get hvað fært þetta hérna eða bara minnka þetta. Og þá ætla ég að vera með þetta opið og ég ætlaði að reyna að hafa verkefni hérna til hliðar. Svona. Já, OK, þetta kemur eitthvað óvart inn. Svona, í lagi. Og hérna höfum við þá PI-reglana sem að eiga að koma hérna inn í verkefninu og þá sennilega getum við sagt að hérna merkt þetta af sem sagt einhvern veginn A og B og þá líka bara hvernig við bætum þessu, hvort við bætum þeim inn á myndina hérna eða hvort við höfum það alveg sér. Það líka hægt. En við sjáum til með það á eftir. Því að við byrjum á því að setja inn hérna inn í gagnagrunnin. Setjum inn hiti raungildi, hiti óskgildi og það sem það kemur þá hérna það sem við sjáum hér. Þetta skrifum við inn á reglin, þannig að við setjum þetta ekki alveg strax. Hérna byrjum við að hiti óskgildi, við förum í data editorinn og segjum hérna hiti óskgildi og þá verður að merkja það fyrir A. Óskgildi A og það nefnilega ef ég man rétt þá ætti það að vera real eða það kemur hérna fram. Það rauntala, það real hérna. Hiti óskgildi, það A, það real. Og fyrir B, það dregi hérna niður og breyti A í B. Þá það áfram bara real og síðan ger ég sama hérna hiti raungildi A. Hiti
raungildi A og síðan fæ ég það fyrir B A og svo loki valf fyrir A loki hérna valf A þetta lokin fyrir heita vatnið inn á elementið og ég breyti hérna A í B svona og já, svo það þessi rofi manual auto það hérna það spurning hvort við Máttir ekki setja hann í dataendur og þú ætti að skrifa hann upp. Annars virkaði hann ekki. Annars virkaði hann ekki, já, ok. Takk fyrir það. Þá hættum við þetta hérna, setjum það inn á sjálfan reglin. Já, flottur. Hérna og eins með hitti parametra, það setjum við. Þannig ég held að ég sé komin með það sem að við þurfum að öðru leyti fyrir reglana. Og svo í lokin þá myndum við setja hérna tvístöðureglir fyrir hérna forhitaran. Þann þessi forhitari, hann hérna á skjánum, það þessi hérna. Við sjáum það í verkefninu líka, hvar vorum við með myndina þessu. Hérna forhitarinn. Þá myndum við vera með bara tvístöðuregli á honum. Þannig að hann bara rétt að velja þetta upp. Og en ég held að séu samt yfirleitt PI reglar á þessu líka. Þannig að en ég vildi bara vera með allar tegundirnar í þessu verkefni og en almennt séð þá held ég að forritararnir séu líka með PI stýringu, PI reglun. Og svo reyndar líka hérna að við höfum að setja tvístöðureglu eftir fyrir kælin og þannig að hérna ef að hérna væri slökkt á hinu og þetta væri sumartími og hérna væri beðið lægra hitastig, þá gæti við þurft að virkja kælin, það þessi mínus hérna. Þá fer kalt vatn inn á þetta element hérna, kælir, til að kæla loftið. Það líka til í þessum loftræstikerfum að það element sem að kæla loftið og bara kemur út í loftið inn, það aðeins svo heitt, þá kælist það hérna. En þá bara málið að halda áfram að setja þetta í forritið og þá kem ég hérna með þá ég að opna aftur hérna Project Browser því að næsta sem við gerum svo hérna í verkefninu að það að setja upp sem sagt filter í New Section með function block diagram og undir sem sagt logic. Þá hægri smellum við á logic og segjum hérna New Section og þar veljum við hérna function block diagram og þá segjum við hérna filter og ok á það og svo búum við líka til control. Svo setjum við control í New Section og undir logic
Þetta þá function block diagram. Segjum hérna control. Já, nú erum við með control A og B. Aha. Þá spurning að ég segi að þetta sé control A. Segi OK á það. Nú spurning, ég get sennilega ekki breytt þetta filter. Nafninu, ég held ekki. Er það hægt? Varum bara í properties. Já. Ef ég fer hérna hægri smelli og fer í properties. Já, þá ég búinn að breyta þessu líka í filter A hérna bara í nafninu, virðist vera. Og hann virðist, ég get ekki breytt hvaða tungumál þetta það er eðlilegt, en ég get breytt nafninu, það er sniðugt. Ok. Og þá hérna við þá bara spurningum að útbúa líka fyrir B, svo við gleymum því ekki. Þá segir við hérna filter B. Filter B, OK. Og einu sinni enn, logic, hægri smella það, new section og control. District B. Og nú að sjá hvort að þetta virkar allt saman hjá okkur. Já, við þurfum að, já, við byrjum þá kannski hérna á filter A og þá ætlum ég að fá hérna aðeins meira pláss hérna. Það ég með filter A. Já, ok. Það hérna og ég ætla að setja til hliðar hérna svo ég sjái hérna hvað ég þarf að gera. Ég get stækkað aðeins þetta hérna Word-skjalið og sjá þetta betur. Hérna byrjaði ég að setja hiti raungildi á væntanlega A. Við erum með þetta var control. Já, þetta var control. Ok, ég setja hérna filter. Þar hérna Loki valve A þá, af því þetta A, filter A. Já, ég á eftir að ná í þetta, lagfilter, byrja á því. Það gert hérna í FFB Input Assistant. Smetla á það. Og þá skrifa ég hérna lag 1. Þá byrjum við 1. Hvað gerist þá? Aha. Instance. Lag. Ok. Við erum nóg að skrifa bara lag, ekki skrifa 1. Skrifa lagfilter. Það þarf að skrifa lagfilter það sem inni í þessu hérna. Alveg rétt. Það var ástæðan. Það gott að maður gerir vitleysu þá kemur í ljós hvernig þetta á að gerast. Það skrifum hérna lag undirstrik filter, það sem stendur inn í þessu. Núna kemur þetta eðlilega. Og þá segi ég hérna bara OK. Og ég fæ þetta í músina og staðsetta þetta hérna bara. Og get ég stækkað það? Já, ég get stækkað það. Svona. Og þá fer ég í það að setja inn hérna Loki valve og það væri þá, ég reyna að tvísmetla á enni hérna. Og ég fer í þrípunktinn og finn hérna Loki valve A. OK. Og svo set ég hérna mögnunina, gain 1.2. Held að það sé, og svo smelli ég á græna hækið. Og síðan tíman, lagtíman. Ef ég skrifa 20S og smelli svo á
hakið og þá bætir forritið sjálft við T2x20s, T2x fyrir framan. Og hiti raungildi A þurfum við þá að velja hérna sem út. Hiti raungildi A væri þá þetta hérna, svona. Ok, þetta gekk. Síðan það næst að fara inn í Ctrl A. Ég ætla bara að minnka þetta hérna niður, þetta virðist vera komið. Ctrl A hérna. Og þá ætlar ég að ná í með FFB Input Assistant. Þá næ ég hérna í skrifa hérna inn PI_B. PI_B. Og hann virðist vera bara kominn hérna, segi OK á það. Og ég smelli því bara hérna, góðan stað, og ég ætla að reyna að stækka þetta hérna upp. Hvað var þetta, segirðu? Var þetta PIB? Já. PI_B, stórt B. Ok, og þá þetta hiti raungildi A, ég að vinna í A hérna, tvíspelli á PV, fer í þrípunktinn og hiti raungildi A hérna, ok. Svo hiti óskgildi, setpoint, hiti óskgildi A, hérna, ok. Og síðan ekkert hér næst, fyrir en í manual auto, þá hefur ég að skrifa það inn. Kannski hægt að stytta þetta, bara hvað man auto A eða eitthvað svoleiðis. En já, ég ætla að hérna skrifa hérna inn manual _0 Þarftu bara einn manual auto taka? Já, fyrir reglinn. Já, nota sama man auto. Nei, ekki, nei. Ég þarf að vera með sitt kod fyrir þá, sko. Ég verð að geta slögt tekið þennan regli á hérna, já, hætta að láta hann regla. Auto 1. Og þetta fyrir A. Hinn verð ég bara að láta heita B. Og ég smelli á græna hakið hérna og þá hann segir að þetta eigi að vera búl. Já, allt í góðu lagi. Ég láta hann bara að vera búl. Hann fer inn í gegnum grunninn og allt í góðu lagi. Og áður við setjum inn hérna hiti parametrar, þá ætla ég að athuga með loki valf hérna A fyrir out. Þá segir hérna loki valf A hérna, vel á A hlutan hérna, því þetta allt saman A. Og síðan, já, það spurning, hiti parametrar þá A, til þess að aðgreina það, því ég verð með 2. Já, þá ég að skrifa hérna inn, hiti parametrar fyrir A. Og hvað gerist ef ég smelli á hakið? Og þá það para PI og það virðist vera eðlilegt. Og ég smelli á græna hakið aftur og þá það bara komið inn. Og þá ætti ég geta breytt því, sem sagt, sett það inn í, allt saman inn í gagnagrunnum. Og þá bara að merkja þetta allt saman líka fyrir B. Sem sjá hvort ég finn hérna, Ctrl B hérna og filter B hér.
þá ætlum ég bara að fara í filter B næst. Og þetta var lagfilter. Og bíddu nú við, kemur aftur 0. Skulum sjá hvað gerist. Kemur það ekki með næsta númer? Hinn heitir lag 1 sko, ekki lagfilter. Já, minn heitir líka lag 1 sko. Já, ok. Þannig að hérna, þá forritið sjálft að reyna að aðskilja með því að láta það heita þetta hérna. Væntanlega virkar þetta þá bara eins. Af því að kemur bara lag 1, já, ok. Ljómandi, ég ætla að stækka þetta svo að sjá þetta betur hérna, svona, og þá það B, þá það Loki, nei, það var ekki Loki, jú, það Loki val B, svona, og síðan mögnunin 1,1.2, og haka við það og bara hafa hann sama 20 og smetla á græna hækið, þá kemur hún sjálf með þetta 10 tíkros og þá það hiti raungildi B hérna átt. Hiti raungildi B, ok, þá það komið og þá það kontról. Þá höfum við kontról hérna og skrifum inn PIB P-I_B og þá kemur PIB1, gæti hafa verið 0 áðan, smelt bara OK hérna, hann hérna inn, stækka þetta svolítið hérna, svona, og þá hef ég hérna hiti raungildi B hérna, hiti raungildi B, ok, hiti óskgildi B, næst, hiti óskgildi B, ok, og síðan kemur manual auto B, hvað var ég búinn að skrifa hérna? Á. Hvernig þetta var, ok, til að geta svona líkt, ég skrifa hérna man, það var 0, já, þá bæti ég hérna bara við B, ok, þá breyti ég bara A í B, hún kom með þetta sjálf og sjálfsagt hægt að fara hérna í þessa hérna niður, eða pílu niður hérna til hægri til þess að velja þetta. En þetta hún breyti bara man 0 auto 1 í B og þá haka ég við það hérna og þetta bara það búl og ég smelli á græna hækið hérna og þá hættir það að vera merkt hérna rautt undir og þetta verður stverlegi. Og parametrar, hiti parametrar þá B, þá hérna tvísmelli ég hér og það spurning hvort það eitthvað til hérna. Ok, hiti parametrar A til hérna, þá breyti ég A í B. Svona, hiti parametrar B og smelli á haki hérna og þá spyr hún mig hérna, þetta para PI, já, smelli á græna hakið og þetta þá komið inn, hiti parametrar B. Og svo bara eftir að setja Loki valf B hérna fyrir out. Loki valf B hérna, ok. Og já, það ekki bara komið? Það held ég. Þá það bara að setja upp í skjámyndinni allt þetta dæmi. Og
hérna í verkefninu, þar erum við með skjámynd sem lítur út svona og það er kannski ágætt að það væri svo sem hægt að hafa þetta þarna inni en kannski betra að aðskilja þetta og vera með tvo skjá. Ég ætla að reyna að stækka þetta aðeins sem snöggvast. Bara minnka þetta hérna niður, þessar stýringar hér. Já, við höfum þetta að gera svolítið hérna fyrst varðandi data-editorinn. Það er að skrá inn gildin hérna. Það er að minnka þetta hér. Sjáum við þessi gildi hér. Og þá sjáum við hérna hitri parametrar A og hitri parametrar B. Það er það sem við þurfum að breyta hérna, að setja inn gildin. Plus á hitri parametrar A hérna. Og þá förum við hérna inn í þetta og segjum hérna það er 0 á pvaf hérna, þetta kemur hérna unit eða id, já unit fyrst hérna og svo kemur adressan, nei það er bara value hérna, adressan hefur farið eitthvað í burtu. Þannig að þetta forritið hefur verið eitthvað breytt hérna. Setjum hérna 0. Gefum hún sjálfkrafa með 0. Já, það er málið. Setjum við hérna 100. Gefum hún þá sjálf með 0, já. Og out inf, það er 0. Það er lower limit og síðan 100 aftur hérna. Og gefum hún sjálf með þetta. Og síðan er það mögnunin. Þá setjum við þarna inn hérna, setjum hana 1. Og i-tíminn, hann er 1 mínúta, það er alltaf hægt að breyta þessu. 1m, og gefum sjálf með t-cross fyrir framann og setjum hérna deadband 0.5. Svona. Þá er þetta komið fyrir A og þá þarf ég að setja þetta líka í B. Þá fáum við hérna þetta upp og þá er hérna þetta fyrst, það var 0. 0. 100 og síðan er KP, það er mögnunin, það er 1 og i-tíminn er 1 mínúta. Í svona loftslagskerfum þá er þetta yfir hægar breytingar og það er allt til að hafa þetta svona. 0.25 er deadband. Svona, þá er gildin komið hérna á þetta í gagnagrunninn og þá getum við haldið áfram með að fara í að setja upp fleiri, ég held að við bara setjum upp tvo hérna regla í skjámynd. Þannig að hafa þá sér, en við getum samt sett upp hérna til dæmis raungildið inni í inn á þessum skjá. Þá ég hef hann hérna til hliðar svo að ég átti mig á hvað ég má nota mikið pláss. En ég ætla að fara hérna í entry field og setja inn hérna raungildi. Óskildi 20 og þá hérna
kæmi raungildi hérna fyrir neðan. Og þá þetta hérna raungildi A. Ég held hérna í nú við. A. Hvernig stóð það þessu? Og alveg þetta skrítið. En svo ég fari inn í eitthvað sjá, getum við að prófa hérna eitt. Ef ég fer hérna inn, hvað kemur þá? Já, kemur lag hérna. Jæja. En já, það er ok. Býttu nú við. Og þetta raungildi A. Já, ég er að reyna að finna það hérna. Þetta átti að vera hérna inn í þessum lista hélt ég vera. Það er hérna real. Hvað er real hérna? Það hérna er það. Hiti raungildi hér þetta. Alveg rétt. Hiti raungildi A. Ok, það var það sem ég var ekki búinn að finna. Þá kemur bara það inn. Apply OK. Þá kemur þetta sem hiti raungildi. Hér var óskildi 20. Þá kemur raungildi hér. Og ef ég segi bara svo að fá svipaða stærð af glugga hérna. Og hérna var óskildi 23 gráður, þannig að við sjá hvað raungildi verður þar. Og þá ég fer bara og næ í hiti raungildi B. Ég sé ekki skjáin hjá þér, ég eini sem að sé ekki neitt það? Já, núna kemur þetta. Okay. Ok. Þá vel ég hérna hiti raungildi B fyrir B-rýmið. Þannig að þá ætti það að birtast hérna. Þá ég komið með, sem sagt, frá reglunum, þá ég komið með upplýsingar raungildi í þessum rýmum, rými A og rými B. Og þá bara að venda sér í að búa til 2 skjái. Þá þarf ég að fara hérna aftur í produktbrowserinn, þá smellum við hérna til að opna hann. Og þá segi hérna operator screen, segi new screen og þá kemur bara new screen 2, það er alveg nóg fyrir mig. Og já, þá ég bara fái einn í viðbót og new screen 3 kemur sjálfkrafa hérna. Og þá losa ég við þetta hér og reyna að sjá út hvaða pláss ég hef eftir. Það sleppi kannski bara. Já, ef við gætum haft sem sagt, ef við þurfum ekki svo mikið hérna í sjálfu sér. Ef við höfum þetta svona einhvern veginn, já, þá þarf ekki að vera alveg svona breytt í seinni hérna. Þannig að þá setjum við bara reglan inn í þetta hérna. Með skjáin, upplýsingar frá reglunum hér á skjá 2 og 3. Og þá ætla ég að hreinlega að þetta er þá stærðin á þeim. Og nú er spurning hvernig ég bara minnka þetta hérna niður og minnka forritið niður. Já, þá bara koma svona. Ok. Það er spurning að ég færi þessa höfðingja hingað fyrst. Áður en ég minnka það hérna. Jú, þetta á nú alveg að geta gengið. Svona. Þá get ég brekkað svolítið hér svo ég sjáist aðeins meira. Svona. Og við höfum hérna svolítið fyrirmynd að þessu hér, hvernig við getum sett upp þessa regla. Og
þá getum við sagt hérna bara rými A og rými B eða eitthvað svoleiðis til þess að merkja þetta. Fáum hérna hitareglun á rými A eða eitthvað svoleiðis. A. Og bara reglir A til dæmis. A. Og þá get ég stækka þetta upp í, ég veit ekki hvað. Jú, þetta sé ekki bara alveg sæmilegt, þá hef ég samt sem að pláss hérna. Og ok, á þetta. Copy, paste. Já, hvert fór þessi? Sjá. Get ég paste hérna? Hvað er að gerast? Copy, paste. Þetta hefur verið eitthvað annað. Kemst ég með að nefna þetta hérna? Wow, ótrúlegt. Svona. Og þannig að þá er ég með, þá þarf ég að merkja hérna óskildi, mögnun, tími, hiti, raungildi, loki, vals. Ég seti þetta ekki bara allt saman upp eins og hér og síðan alltaf líka manual auto A. Fáum okkur takkana hérna fyrst. Hérna er þá manual auto takkin fyrir þennan regli. Man auto A hérna. Og apply. Já, ég sé bara komið svona, ok. Og þarna sé ég þá ég ætla að hafa þetta við latsing og þá haka ég við það, við latsing hérna, ok. Og ég ætla að taka afrit af rofanum, nafnum og setja hann hérna og láta texta inn í hann. Og þá ætla ég að hafa textan sem sagt, já, man 081. Get ég sjálfsög tekið þennan texta hér og sett hann hingað. Ok, og hvað gerist þá? Aha, þá kemur textin hér. Þetta er fyrir A. Og sama ger ég hérna megin. Ég fer í push button og já, það er spurning. Get ég kópierað þetta hérna yfir? Og því þá er ég komið rétt að breyta þetta og hæð. Copy, já, kannski halda sénu dálítið lengi niðri. Og ég fer hérna yfir á hinn skjáinn. Jú, hvað er þetta? Það virkar. Ég vona því. Og þá breyti ég þessu hérna, ég get breytt í rauninni A í B af því að ég veit þetta er í lagi, en það er best að fara inn í þetta hérna og velja man auto B hérna. Man auto B, ok. Og hann er við latsing, apply og ok. Og þetta hérna það er hérna man auto B. Svona, ok. Og það er líka þarna í textan. Man auto B, apply og þá er þetta B. Ok. Og þá er ég búinn að setja það fyrir sitt gott reglin. Óskildi, mögnun, integratími og allt þetta fer ég í það. Það er textabox. Sjá hvort ég þá myndi ekki hérna einhvern veginn. Og það er óskildi. Já, óskildið
ég segi bara A. Þetta hét eitthvað annað. Já, hiti óskildi, ok. Hiti óskildi A. En þetta bara óskildi A. Ok, óskildi A. Það hér. Og já, það spurning hvort við að setja hérna set point. Þið þekkja orðið þetta, sleppum því kannski. Við tökum þetta bara í copy, já, eða við miðjujöfnum þetta jafnvel, bara hérna í align center. Svona, copy á þetta og paste, nei, tókum þetta. Við þarfum að halda inn í C-taklanum svolítið lengi til þess að ná þessu. Ef ég fer hérna yfir, þá fæ ég hérna óskildi A, ég breytti í óskildi B. Þetta bara merking, bara skraut. Og síðan verður náttúrulega stýringar hérna. Svo, já, ég ætla að fá hérna aftur, breyta þessu hérna í mögnun. Já, mögnun fyrir A. Það stóra spurningin. Hvernig hérna er það sundurgreint? Sjáum við það eitthvað hérna inn í reglunum? Við verðum að, ja, við hérna spáum þá eftir. Ekki að, já, mögnun, þá er þetta fyrir B er hérna megin, ok. Og þetta er mögnun B og ég ætla að segja aftur hérna fyrir integraltími, já, svo tek ég bara afrita þessu hérna. Jú, ekki, hérna, integral, segja bara tími, já, tími, það er tíminn, já, fyrir ég, hérna megin, ok, svo vantaði að setja hérna, ég getur svo sem haft þetta hérna bara svona, svo ég get, já, ég veit ekki. Já, ég setjum bara alveg eins og það hér. Því að ég veit ekki hvað pláss við höfum. Svona, hiti raungildi, A þá. Og þá kæmi það hérna við hliðina. Loki valf A. Svo að hiti raungildi, já, þá er þetta bara raungildi A. Það er það sama við vorum að spá í áðan. Raungildi A er þá hérna, ok, og hér er þá loki valf, nei, ég ætla að segja B. Hérna var það B, þetta, það þýðir hérna megin, og loki valf B. Svona það var. Og við náum svo í hérna, þetta á eftir. Til að sjá, get ég, já, farið þetta hingað. Fór eitthvað hérna? Já, hér var eitthvað. Þarna lenti þetta inn á. Ég lít hérna, var eitthvað fleira sem, já, hérna var líka hitt. Ok, þetta var málið. Ég vissi að þetta hefði lent einhvers staðar. Ok, þá hérna fæ ég breyti þessi hérna í betum við, get ég ekki bara kópera þetta yfir. Sjá, ef ég tek þetta hvort vekja, breytist bara í A. Er það möguleiki? Já, ok, það verðist ganga.
mögnun og breyta þessu bara í A og svo tek ég þetta, hvort tvekja. Prófa að fara hérna yfir. Já, það er bara að breyta þessu hérna. Öllu saman í B. Í A. Svona, ok. Og þetta í A. Og þessu í A. Og þessu hérna í A. Nú er spennandi að vita hvernig náum við í þessi gildi úr gagnagrunnum. Ég ætla að stækka þetta hérna og sjá hvernig þetta kemur fram í gagnagrunnum. Hann kom ekki hérna til hliðar, já, ok, ég ætla að fara í hann, hérna er hann, já. Restore, sjá, svona. Hérna höfum við gagnagrunninn og þá er þetta hitiparametrar A. Það er spurning, sko, hvernig næ ég í til dæmis mögnunina bara hérna. Það er þá spurning, sko. En, ok, ég ætla að fara þá í þetta hér. Ég fer í hérna og ég vel hérna entry field og ég fer í óskildi A. Byrja fyrst á því að ná í óskildi A. En það er svona svipað stárt, ok. Óskildi A. Og þá er þetta hiti óskildi A. Það er hérna real. Það kemur hérna eðlilega upp og allt. Ok. Og til þess að hafa það jafn stórt, þá segi hérna copy. Já, það er vissu aðeins að laga breiddina á þessu. Kannski var það ofbreytt núna, eða hvað? Nei, þetta er nákvæmlega eins. Sort, já, breytt. Svona. Og þá ætla ég að reyna að kópera þetta og fá fyrir mögnunina. Ég ætla að bíða aðeins með það, mögnun og eitíman. Ég ætla aðeins að bíða með það. Raungildi A. Það ætla ég að breyta þessu hérna. Ég ætla að eyða þessu og ná í raungildi A. Það var hiti raungildi A hérna. Ok. Og bara ok á það. Ég ætla að fá annað hérna fyrir loki. Þá eyði þessu hérna út og vel hérna loki valve A. Ok. Já. Og þá á ég bara eftir að finna mögnun A og E-tíma A. Hvernig fer ég að því? Fer hérna í fæ jafnstóran kassa hérna, svona. Tvíspella þetta hérna. Eyði þessu hérna út. Fer í þrípunktinn. Og hér höfum við hiti parametrar A og ég ætla að finna mögnunina hérna. Get ég farið svona og í hérna proportional. Já, og valið þetta hér, hiti parametrar A, KP. Ok, prófa það. Segja ok. Já, það virðist vera þetta haldi þá merkingunni hérna hiti parametrar A.kp. Það er flott, þá aðgreina þeir sig hérna. Og svo ætla ég að fá eitt í viðbót hérna.
fyrir I-tíman í A og þá eyði ég þessu aftur og fer í hiti parametrar A aftur og þá það I-tíminn hérna, integral time. Hér og segi OK. Þá það hiti parametrar A.TI, I-tíminn. OK. Þá bara að gera slíkt hið sama hérna í B. Þá hérna vel ég já, ég get ekki kom ekki hérna nei, við hvað gerðist núna já, svona og ég set hérna ég lími hérna það síðasta sem ég var með og það þetta byrja stórt og hérna vel ég þá óskildi B hiti óskildi B OK og já, hérna getum við þurft að setja inn nýtt gildi og ég fæ aftur hérna paste hérna fæ ég aftur annað og þá það mögnun ok, ég ætla að tjekka mögnun B hérna inn í hinn hérna hiti parametrar B hérna og hér þá mögnunin það KP hérna hiti parametrar B nægir það þangað og það kemur skýrt fram með þetta fyrir B og svo segir ég bara apply, OK setja það hérna undir mögnun B og ég vil fá einn kassa í viðbót hérna og það I-tíminn fyrir B og ég nægi það hérna undir hiti parametrar B og hér þá hiti parametrar B TI I-tíminn OK apply OK og hérna fyrir raungildi B hiti raungildi B hérna OK þetta real allt í lagi og síðasti kassin hérna kemur Loki valf B nei, Loki valf B hérna OK þá þetta komið eina sem við þurfum að gera það að setja upp hérna línuritin og fyrir þessa skjái til þess þá förum við hérna í rektangul og á þetta svæði hér og kannski ágætt að reyna að vinstri jafna þetta hérna og þá náum við hérna í þetta hér við veljum þennan kassa hérna fyrsta og hægri smellum við förum í properties og við byrjum á því að fá hérna óskgildi B þetta hérna á að vera animation object og það animation type hérna býtum við já, ég þarf að fara hérna fyrst í að ná í óskgildi A hérna hiti óskgildi A það hérna real
hiti óskildi A og þetta animation type hérna, það trend diagram og þá fer ég á öruna hérna píluna til hægri og þetta frá 0 til 100. Og liturinn á þessu óskildið, já, við getum haft það kannski svart, ok. Apply, ok. Og þá að fá annan ramma. Ég ætla að reyna að kópera þetta, Ctrl+C með þetta valið. Smellir svo út fyrir Ctrl+V. Það gerist eitthvað annað. Þá hvort ég næði þessu. Og segi hérna paste. Jú, það tókst á loksins. Og þetta var valið. Hvað var þetta? Þetta var lokið val B, þetta allt í lagi. Ok, svona. Og þá hef ég þetta hérna sem raungildi A til dæmis. Við þurfum að raungildi og svo loka. Raungildi A, ég ætla að velja þetta þá. Breyta þessu hérna í hiti raungildi A. Segja ok á það. Og animation type. Ég ætla að velja annan lit. Nú þetta 0 til 100 og ég ætla að hafa raungildið rautt. Ok. Og síðan apply. Ok. Og ég ætla að smella hér út fyrir og fara aftur í paste hérna. Og þetta verður þá staðan á lokanum. Þá fer ég í, þetta hiti óskildi A, breyti ég í loki, hérna, loki valve A, hérna, ok. Og þá fer ég hérna í animation type og breyti þessu í til dæmis grænan, ok. Apply, ok. Og síðan færi ég alla þessa þætti saman. Ég hef þessa 3 þætti, eða 3 línur saman. Í einu. Það bara að velja allt fyrir sama reglin. Það ekki flóknar en það. Það spurning hvort ég gæti tekið þetta svo í copy. Ég veit það ekki. Svona, hægri smelli á þetta segi hérna copy, fer yfir á hinn og segi paste þar. Nú, ok, það er möguleiki og það bara breyti öllu saman í B. Svona. Að færa þetta aðeins niðar. Svona. Og ég að taka þetta aðeins í sundur hérna. Svona. Það kannski fyrsti hérna. Þetta var hiti óskildi A, þá breyti ég þessu í hiti óskildi B. Ok. Og síðan þetta hérna, næsta var hiti raungildi A, bara hiti raungildi B. Ok. Og síðast var hérna loki valve A.
breyti því í loki vals B. Svona. Ok, svo bara að færa þetta allir tilbaka. Þessi hérna. Og hérna. Handafina. En þá erum við víst búin með tíman og þá hérna er spurning að við klárum þetta þá alfarið á mánudaginn að keyra þetta og sjá hvernig þetta virkar. Er það ekki málið? Hljómar vel. Já. Ég ætla að taka hérna, upptökuna úr sambandi. Lítum við. Já, svona sjá. Það er hérna.